Baráttan við að koma vatni á hús í Grindavík barátta við tímann. Farið að kólna mikið í húsum og sérfræðingur telur aðeins vera sólarhring þar til frjósa fer í lögnum. Nýr sigdalur myndaðist í Grindavík í gosinu á sunnudaginn. Hann mest 1 metra djúpur og liggur samsíða hinum austar í bænum. Áfram að búast við kvikuhlaupum, segir Kristín Jónsdóttir, en þau hafa nú orðið á mánaðarfresti. Grindvíkingar söfnuðu saman til íbúafundar í Laugardalshöll síðdegis. Þungt hljóð í Grindvíkingum eftir hamfarir undanfarna daga. Tímamót urðu í borgarstjórn Reykjavíkur í dag þegar fyrsti borgarstjórinn úr röðum Framsóknarmanna, Einar Þorsteinsson, tók við embætti borgarstjóra. Einar segir húsnæðismálin meðal brýnustu verkefna borgarinnar. Sjónvarpsþátturinn Succession sópaði til sín verðlaunum á Emmy-verðlaunahátíðinni í gærkvöld. Íslenskur leikari sem fór með hlutverk í þáttunum segir erfitt að útskýra gríðarlegar vinsældir þeirra. Komið sæl, við erum fyrr á ferðinni venjulega vegna beinnar útsendingar frá leik Íslands og Ungverjalands á EM í handbolta karla sem leikinn verður á eftir í Ólympíuhöllinni í München og sýndur verður í beinni útsendingu hér að loknum fréttum og veðri. En við byrjum að sjálfsögðu í Grindavík. Íbúar í Grindavík voru í dag beðnir að afhenda almannavörnum húslykla sína svo hægt sé að kanna ástand hitakerfa. Iðnaðarmenn vinna í kappi við tímann að koma heitu vatni á allan bæinn. Heitu vatni var komið á vesturhluta Grindavíkur í morgun. Unnið hörðum höndum að því að koma hita á austurhlutan. Allt sem við séð hérna í vesturbænum í lagi og húsin eru komin niður milli 10 og 15 gráðu hita og þau fara, það sem hitanum var hleypt á, þau eru alla jafna sig og komin í gang það sem við höfum komist inn og ég ekki vona öðrum þau verða til lagi í vesturbænum, svona mestu leyti. En svo er það með restina af bænum það liggur á að fá hitan á hann því að ég er hættur að fara að byrja að frjósa. Þetta verði ekki nú sólvinningur í viðbót áður en þetta fer að frjósa. Í dag óskuðu almannavarnir eftir því að íbúar í ákveðnum götum í Grindavík afhentu lykla af húsum sínum svo hægt sé að kanna ástand hitakerfa og koma í veg fyrir frekara tjón á húsum. Hvernig hefur þetta gengið í dag? Já, ekki nógu vel. Það vantar mikið að lyklunum til að komast í húsin og samþykki fyrir því að megum fara inn. En að öðru leyti hefur það gengið þokkalega. Þorsteinn segir hægja töluvert á ferlinu að húseigendur þurfa að veita sérstakt umboð fyrir því að sérfræðingar megi fara inn í húsin. Áfram verði þó unnið fram á kvöld og í fyrramálið. Meðal þeirra sem afhentu lyklana að heimili sínu í dag var Grétar Valur. Hefurðu haft einhverjar spurnir af því hvort að allt sé í lagi? Nei, ekki ennþá. Það maður vonar. Það mér líður ekki vel. Fóra ýmsar hugsanir í gang. En sem betur fer allan hjá okkur er eitthvað að gerast en það er ekki alls staðar. Ekki allir svona hefnir. Þetta er náttúrulega aðlegan í höndunum, þannig að þetta er mikið í húfi. Og bara að sjá hraunið fara yfir pípunar og hugsaðu margir. Það er ekki betra að láta hraunið bara fara niður í bæinn, frekar heldur en að láta allt frjósa í klessu. En þannig eru bara hugsanir hjá fólkinu í dag. Hafðu þér einhver önnur ráð ef ekki hefði tekist að koma heita vatnin á, hafðu þið dottið eitthvað í hug? Nei, ekki þannig, en ef það er rafmagn þá er þetta hægt að koma hitablásunum inn. Þannig að maður var alveg komin á það að keyra sjálfur bara og bara redda þessu hlutum. Annar sigdalur myndaðist í Grindavík í gosinu á sunnudaginn austar í bænum en hinn fyrri. Sigið nemur 1 metra og breikkunin nærri 1,5. Gosinu sem hófst í fyrradag lauk má segja með síðustu hraunspíunni skömmu fyrir 1 í nótt. Landris heldur áfram á svipuðum hraða í Svartsengi og kvikusöfnun líka. Á meðan hún heldur óheft áfram að þá eru líkur að því að það verði annað kvikuhlaup en hvenær það gerist er auðvitað óvíst. En nú er þetta verið frekar reglulegur viðburður frá 10. nóvember, sirka báta á mánaðarfresti, þannig að það er spurning hvort við séum að horfa upp á það. Safnist upp nægilega mikið að kviku undir Svartsengi, hleypur hún í austur undir Sundhnúksgígarauðina. 10. nóvember þá myndast þessi mjög stóri gangur, 15 km langur,
18. þá fer kvikan til norðurs, 14. fer kvikan til suðurs og það bara spurning hvað gerist næst. Breytingar í Grindavík í gosinu á sunnudaginn urðu ekki síður miklar en þegar kvikugangurinn myndaðist 10. nóvember. Það verður gliðnun og í rauninni sig þar sem að kvikugangurinn kemst nærri yfirborði og við sjáum þetta greinilega. Það var framkvæmt flugmæling í gær og þá bæði hraunbreiðan mæld og svo sjáum við í rauninni þessa sigdæld mjög greinilega í þessum mælingum. Þetta nýtt kort frá Veðurstofunni, þarna sést nýji sigdalurinn eða sigdældin austan megin við eldri sigdalinn. Þessi sigdalur teygir sig yfir austari hluta bæjarins og suður og niður í sjó. Gosið á sunnudaginn kom upp vestan megin eða vinstra megin í þessum sigdal. Þessi niðurstöður sem að við erum með sýna það að það eru sprungur sem hafa myndast líka í austurhluta bæjarins. Og þetta eru auðvitað gamla sprungur en það hefur tognað á þeim og það hefur orðið sig upp á rúman metra í austurhluta bæjarins. Breikkunin eða gliðnunin í nýju sigdældinni nemur 1,4 metra. Kristín segir mikla óvissu framhaldið, hvort aftur verði kvikuhlaup, hvort að hlaupi norður eða suður og hvort að gjósi aftur. Síðan á sunnudaginn það má segja að það hafi aldrei verið hættulegt að vera ferðin í Grindavík eða hvað? Já, ég myndi segja það. Íbúafundur fyrir Grindvíkinga hófst í Laugardalshöll klukkan 5 og hann enn í gangi þar. Haukur Hólm, fréttamaður, í Laugardalshöllinni. Já, hvað það helsta, Haukur, sem hefur komið fram á þessum fundi? Já, það náttúrulega áhyggjur íbúanna auðvitað framtíðina, hvort og hvenær, eða hvort þeir yfirleitt geti flutt aftur tilbaka. Þeir kallaðu auðvitað eftir svörum frá stjórnvöldum. Fundurinn hérna haldinn á annarri hæð í nýju Laugardalshöllinni svokölluðu. Þetta stór salur og hann alveg smekkfullur og það meira að segja fullt út úr dyrum því fólk situr hérna fram á gangi líka. En við skulum byrja á að heyra hvaða væntingar fólk hafði til fundarins þegar að kom hingað á 5. tímanum. Hvaða svör býstu við að fá á þessu fundi? Eiginlega ekki neinilega. Ég hef ekki von á neinu svörum. Ekki sama súpan í sömu skál. Ég eiginlega á helst vonu að heyra ekki neitt en maður náttúrulega vonar að heyra eitthvað jákvætt og eitthvað uppbyggilegt sko. Finnst þér lítið hafa gerst? Nei, bara svona ákveðið ráðaleysi kannski helt svoleiðis. Hvaða gerir ykkur vonir að fá ykkur skýr svör á þessu fundi? Já, það ætla ég að gera, sérstaklega fyrir eldri borgara. Já, maður vonar náttúrulega að það verði kannski unga fólki í Grindavík verði gripið. Þetta náttúrulega það unga fólk sem í altjóni. Hvernig hefur þetta komið við þig, þetta ástand? Já, bara eins og allar held ég. Maður einhver rússipann alltaf þannig sé. Að við þurfum að fara aðeins og svið. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra situr hér í pallborði og hún var einn frummælenda og fór yfir helstu aðgerðir stjórnvalda. Sagði að það væri ekki komið nein endanleg lausn en það væri verið að vinna hratt og hægt væri. Auðvitað væri húsnæðismálin stór þáttur og það væri verið að reyna að útvega fleiri íbúðir en frumskyldan væri hins vegar að tryggja öryggi fólks. Eitt af því sem hefur brunnið á fólki eru fjármálin. Margir eru að borga af húsum sem þeir geta ekki búið í og eru jafnvel að borga af íbúðum annar staðar sem þeir búa þá í núna. Það hefur komið fram að bankarnir ætla að frysta lán fasteigna eigenda. Lífeyrissjóðirnir hafa hins vegar lítið máls á því en forsætisráðherra hjóa þann hnút á fundinum. Við höfum átt í viðræðum við lífeyrissjóðina að því ég veit að hér í salnum eru ýmsir lántakar hjá lífeyrissjóðunum og við höfum átt í viðræðum til að tryggja að staða þeirra verði sambærileg við þau sem eru með lán hjá bönkum. Ég vil segja það hér, þó að endanleg útfærsla liggi ekki fyrir, að það ákvörðun ríkisstjórnar að ábyrgjast að jafnræði þessara lántaka verður tryggt. Fundargestir töluðu margir það var þungt í hljóðið, töluðu margir það sem þeir vildu helst væri bara hreinlega að stjórnvöld, ríkið keypti eignir þeirra með mögulegum forkaupsrétti þá seinna því að þau væri óviss og gæti ekki byggt upp framtíð sína annar staðar á meðan. Við skulum aðeins heyra hvernig hljóðið var í fundargestum sem báru upp spurningar og að bera upp spurningar á fundinum. Þið talið eins og ætlaði að byggja bæinn upp á nýtt.
þegar láta okkur byggja upp á ný. En samt keppast hver jarðfræðingurinn fætur öðrum að koma í fjölmiðla og dauðadæma allt og segja að það er aldrei búið aftur og þeir mæla ekki með að það er búið aftur. Hvernig útskýri þennan mismun á þessari jákvæðni og neikvæðni? Á bara að rugla með okkur endalaust með þetta. Það á að byggja upp, það má ekki byggja upp. Það er ekki hægt að byggja upp. Erfiðasti dagurinn frá 10. nóvember var þegar ég vaknaði morguninn og ég sá að húsið mitt var ekki brunnið. Húsið mitt við hraunjaðarinn. Þannig að ef húsið mitt hefur brunnið, þá ég fengi fjárhagslegt sjálfstæði, ég fengi vissu og ég geta byggt upp nýtt heimili og þessi snara sem utan mig væri farin. Ég vil að þið skiljið þetta. Það sem við biðum flest eftir hérna núna í kvöld að forsætisráðherra myndi segja við okkur við ætlum að kaupa upp íbúðarhúsnæði í Grindavík. Það hefur ekkert verið í minn staðar. Það er bara þannig. Við fylgjumst að sjálfsögðu áfram með þessu fundi sem hvergi nærri lokið og greinum nánar frá því sem þar gerist í fréttum okkar klukkan 10. Takk fyrir það, Haukur Hólm á íbúafundi í Laugardalshöllinni og við höldum okkur áfram við þannan málaflokk því innviðaráðherra segir krefjandi verkefni fyrir höndum bæði fyrir ríkisstjórnina og bæjar yfirvöld í Grindavík. Hann segir óvissuna mikla en fyrst og fremst þurfi að tryggja Grindvíkingum húsaskjól. Ég held að við þurfum hins vegar að horfast í augu við það að vera undirbúin undir alls konar hluti, lengri tíma sem að bæði Grindavík og fólki í Grindavík þurfi stuðning og kannski meiri. Annars vegar til þess að skapa þetta greiðsluskjól í eðlilegan tíma og hins vegar húsaskjól. Síðan vill fólk, og það var það sem við heyrðum frá bæjarstjórn Grindavíkur, fólk vill fá svolítið að taka sínir eigin ákvarðanir og það gefur maður svo mikinn og eðlilegan skilning á. Bæjarfulltrúar í Grindavík sögðust þakkláttir að finna að ríkisstjórnin hefði ýtt sínum verkefnum til hliðar til að aðstoða Grindvíkinga. Verkefnið er náttúrulega gríðarlega umfangsmikið og það er bara, ég held að við verðum bara að vera hreinskilin að segja, sumt vitum við ekki svör við sko. Þannig að ég bara finn að það er, og okkur leist alveg ágætlega á það sem þeir nefndu og vera kannski að horfa líka á svona út frá einstaklingum. Við erum bara að syrkja samfélagið okkar og bara við ákveðum að búa þarna og stofna til fjölskyldu og taka þátt í samfélaginu og það er bara gífurlega erfitt að sjá og horfa upp á samfélagið sitt bara verða náttúrunni bara bráð. Það verður bara gífurlega átakalegt að horfa á sjónvarpsfréttir og sjá heimili fólks verða fyrir hruninu. Það var bara ótrúlega erfitt og maður finnur það alveg að maður er orðinn þreyttur. Maður er klárlega orðinn þreyttur. Ástandið er bara búið að vara lengi og óvissan er ekki til að aðstoða. Þannig að við bara, ég get alveg sagt að þetta tekur á. Nú er rétt rúmur hálftími í að leikur Íslands og Ungverjalands í handbolta karla hefjist í Ólympíuhöllinni í München í Þýskalandi og þar er Einar Örn Jónsson fréttamaður. Einar Örn, hvernig er stemningin á þessu augnabliki? Ég held að heyrist nú bara ágætlega hvernig stemningin er. Hérna bara beint við hliðina á mér stendur þessi ljómandi fína ómpa-hljómsveit og er að keyra upp stemninguna. Hingað eru búin að streyma náttúrulega 4.000 Íslendingar, allir löngu mættir, allir komnir inn í sal og mögulega búin að fá sér eitthvað af söngvökva, þannig að ég held að stemningin verði alveg frábæra eftir. En Einar Örn, Svartfjallaland vann Serbíu með einu marki núna rétt á. Hvað þýðir það fyrir íslenska liðið? Í stuttumáli sagt við að Íslandi þegar komið áfram í milliriðlinn. Ungverjar eru með 4 stig, við erum með 3 stig eftir þennan leik á henni Svartfjallaland með 2 og Serbía 1. Þannig að það er ekkert sem getur fært okkur úr þessu öðru sæti nema íslenskur sigur eða jafntefli á eftir getur fært okkur upp fyrir Ungverjana og í efsta sæti. Ísland vill náttúrulega vinna leikinn til að fara með 2 stig áfram í milliriðlinn, þannig að við getum bara litið á þetta sem fyrsta leik í milliriðli. Það er frábært, þetta eru góð skilaboð til okkar. Einar Örn Jónsson í München, við sendum bara góða kveðjur til ykkar. Og þá förum við til Reykjavíkur. Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins, var kosinn borgarstjóri í Reykjavík á fundi borgarstjórnar í dag. Hann segir húsnæðismál meðal brýnustu verkefna framundan. Tímamót áttu sér stað í Reykjavík í dag þegar Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknarflokksins, tók við embætti borgarstjóra af Degi B. Eggertssyni.
Einar er fyrstur framsóknarmanna til að setjast í stól borgarstjóra í 116 ára sögu embættisins. Það var létt andrúmsloftið í Ráðhúsi Reykjavíkur þegar lyklaskipti átti sér stað á skrifstofu borgarstjóra. Ásamt því að taka við embættinu fékk Einar tilsögn frá fyrirrennara sínum hvernig best væri að fóðra dúfurnar. Þá sagðist Dagur vera búinn að vera á skóflunni í 10 ár, nú væri komið að Einari. Dagur segir þetta vissulega tímamót. Bara finn til mikil stolts og það er góð tilfinning að skilja vel við. Borginu þetta bara á fullu á svo mörgum sviðum og hefur tekið miklum stakkaskiptum undanfarin ár. Þannig að ég er stoltur af bæði samstarfinu og þróun borgarinnar. Ég held að Reykjavík sé sannarlega á réttri leið. Einar segir nýtt embætti leggjast vel í sig. Hann sé tilbúinn í starfið og finni til mikillar ábyrgðar. Verkefnin framundan séu ærin. Brýnasta verkefni í dag að mínu viti eru húsnæðismál. Við sjáum það er hér heilt sveitarfélag á flótta, vantar húsnæði. Það bætist ofan á annan húsnæðisvanda sem er fyrir, þannig að ég sé fyrir mér að grípa til ákveðna aðgerða í því samhengi. Við þurfum áfram að rýna reksturinn og til þess að skapa svigrúm, til þess að bæta þjónustuna. Við þurfum náttúrulega að reyna að tryggja börnum leikskólapláss í Reykjavík. Það er algjört lykilatriði. Einar segir Reykjavíkurborg vissulega hafa átt í rekstrar erfiðleikum líkt og önnur sveitarfélög. Hann sé þó sannfærður að hægt sé að snúa við rekstrinum og bæta þjónustu við íbúana. Það sem að við gerðum hér strax eftir að við tókum við var að grípa í handbremsuna. Við réðumst í mestu hagræðingaraðgerðir frá hruni og þær skiluð meiri árangri heldur en við þorðum að vona. Þannig að við erum á réttri leið, en það er alveg klárt að við þurfum að halda áfram í þessu, rýna inn á við, rýna þetta miðlæga kerfi sem við erum að reka, vernda störfin í framlínu þjónustunni og ég er sannfærður það að við getum snúið við rekstrinum og enda er það eina forsendan fyrir því að við getum bætt þjónustuna við íbúðuna og það er aðal markmiðið. Donald Trump vann yfirburðasigur í forvalinu repúblikana í Iowa í nótt. Stuðningsmenn fyrrverandi forsetans fögnuðu úrslitum þessa fyrsta forvals og Trump er þegar farin að tala inn í komandi kosningabaráttu. Trump all the way. Absolutely. We're die-hard Trump fans. I am very happy with the outcome. Svona var hljóðið í mörgum stuðningsmönnum Donald Trump í Iowa, enda höfðu þeir yfir miklu að gleðjast. Líkt og spáð hafði verið vann Trump yfirburða sigur í forvali repúblikana fyrir forsetakosningarnar í Bandaríkjunum í nóvember. I knew it was going to happen. Donald Trump said he'd win and he always does what he says he's going to do. Trump fekk meira en helming atkvæða og 30% stigamunur er á honum og Ron DeSantis ríkisstjóra Flórida sem kom næstur á eftir honum. Þau Nikki Haley, fyrrverandi sendiherra Bandaríkjanna hjá Sameinuðu þjóðunum, fengu hvort sig það bil 20% atkvæða. Trump var þakklátur stuðningsfólki og þakkaði mótherrunum fyrir drengilega baráttu í ríkinu. Og hann er þegar farin að tala inn í komandi kosningabaráttu. I don't want to be overly rough on the president, but I have to say that he is the worst president that we've had in the history of our country. He's destroying our country. I like what he's done, 2016 through 2020. I'm not a really big fan of Ron DeSantis. I'm not a fan of Nikki Haley. I think they're kind of like the off-brand version. And I want the original. Næst liggur leið frambjóðenda til New Hampshire þar sem forval fer fram eftir viku. New Hampshire is kind of a different campaign stop for these candidates after Iowa. It's a slightly different message. It's a more independent-minded state. It's a state where the voters are not as evangelical. They're not quite as religiously conservative. Sjónvarpsþátturinn Succession var sigursælastur á Emmy-verðlaunahátíðinni í Bandaríkjunum í gærkvöld. Íslenskur leikari sem fór með hlutverk í þáttunum segir erfitt að útskýra fádæma vinsældir þeirra. And the Emmy goes to Succession. Sarah Snook, Succession. Kieran Culkin, Succession. Matthew McFadyen for Succession. Vinsældir Succession eru óumdeildar. Þátturinn sópaði til sín verðlaunum í flokki dramaþátta en The Bear gerði slíkt hið sama í flokki gamanþátta. Succession fjallar að mestu systkini sem takast á yfirráð í fjölskyldufyrirtækinu. Þetta er fjölskylda sem að kljást við að vera ekki bara fjölskylda heldur líka viðskiptafélagar. Þau eru að reka
fjölmiðla veldi og margir hafa líkt þessari fjölskyldu saman við Murdoch fjölskylduna sem rekur fjölmiðla veldi líka. Jóhannes Haukur fór með hlutverk í 4. og síðustu þáttaröð Succession og lék Íslending sem stóð í fyrirtækjarekstri í Svíþjóð. Það maður ekkert minnumáttukennt í kringum allt þetta stórskotalið? Jú, ég meina maður treysti bara á að maður kunni sitt og mætir vel undirbúin en þetta jú, manni finnst mikið til þess koma að vera innan þetta fólk og fá að taka þátt í þessu. En af hverju stafa fádæma vinsældir þáttanna? Jóhannes Haukur nefnir höfund þeirra, Jesse Armstrong, og segir hann umkringja sig færu fólki. Það er vel mannað á öllum stöðum og eins og ég talaði það bara þeim tókst að grípa eldingu í flösku eins og sagt á ensku og það er kannski erfitt að útskýra hvernig það er gert en það gerðist. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Á morgun dregur úr norðanáttinni sem yfir landinu. Víða verður hægur vindur síðdegis en áfram allhvasst eða strekkingur á suðaustur og austurlandi. Lengst af verður úrkomulaust suðvestanlands en annars dálítil él og það herðir heldur á frostinum. En Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur dagsins að loknum fréttum en vegna handboltans eru ekki fréttir af öðrum íþróttum. En nú ætlum við að rifja upp helstu atriði fréttatímans. Baráttan við að koma vatni á hús í Grindavík barátta við tímann. Farið að kólna mikið í húsum og sérfræðingur telur aðeins vera sólarhring þar til frjósa fer í lögnum. Nýr sigdalur myndaðist í Grindavík í gosinu á sunnudaginn. Hann mest 1 metra djúpur og liggur samsíða hinum austar í bænum. Áfram að búast við kvikuhlaupum, segir Kristín Jónsdóttir, en þau hafi nú orðið á mánaðarfresti. Grindvíkingar söfnuðu saman til íbúafundar í Laugardalshöll nú síðdegis. Þungt hljóð í Grindvíkingum eftir hamfarir undanfarna daga. Tímamót urðu í borgarstjórn Reykjavíkur í dag þegar fyrsti borgarstjórinn úr röðum Framsóknarmanna Einar Þorsteinsson tók við embætti borgarstjóra. Einar segir húsnæðismálin meðal brýnustu verkefna borgarinnar. Ísland komið áfram í milliriðil EM í handbolta eftir að Svartfjallaland vann Serbíu. Úrslitaleikur við Ungverjaland efsta sætið í riðlinum handan við hornið. Nú þessum fréttatíma að ljúka og það komið að veðurfréttum. Síðan hefst stofan klukkan 7 og leikur Íslands og Ungverjalands klukkan 7:30. Næstu fréttatímar í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má venju samkvæmt alltaf finna inn á ruv.is. En nú ekkert annað en að segja áfram Ísland, verið sæl.